Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að það sé ekki sól. En eins og þau vitið þá skrappi til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein, og hún gerði það mjög oft þarna úti, að þá lýsti það allt upp. Og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum það að þegar sólin byrjar að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúran. Við fórum að skoða Vatíkanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta er alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin. Þetta var svona komið í blóma og stund þegar við vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt. Ég þurfti að taka þetta allt inn og við endum sem sagt, við vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið, hvað við segja, sjúskaða borg. Og ég fekk svona, býtu, ekki er þetta hérna. En svo þurftum við að fara svona, í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli. Og svo þegar maður kom upp þá fekk maður bara svona, þið vitið ennþá meira, hvað þetta er fallegt. Og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin. Og þessi græni litur í náttúrunni, hvað er mikil lækning í þessu. Og ég sagði, hversu stórkostlega Guð er. Bara að gefa okkur þessa liti og líta gleðina. Og hérna, svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona fram hjá frekar háum trjám. Já, frekar, bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það er svona allt sem að vakta einhvern veginn athygli mína í náttúrunni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostlega sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúran. Að fá að vera þarna í kyrrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að lesa hérna í daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta. Þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg. Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og ég sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslur Guðs orðs. Gef gaum að dásemdum Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin er af vísdómi. Öll náttúrunnar ríki er ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtektarsömum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinnar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta er akkurat það sem ég upplýði. Ég horfði og ég bara, þetta er yndislegt. Því að þau höfðu samfélag við Guð í sköpunarverki hans. Þar sem náttúran hefur Guð lagt lykil í hendur mannanna barna til að ljúka upp fjárhirslur orðs síns. Hugsið ykkur. Hið ósýnilega er skýrt með því sem séð verður.
Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjöldu náttúrunnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttunum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Það er nefnilega málið, hann ólst við Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin, en það er alveg sama hvar við komum. Bara hvar er tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þarna er eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni er, frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausi út hafinu til hinnar örsmæstu skeljar á ströndinni, geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granítklettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmandi auðlindum sólarljósins, í hinum hátignarlegu vexen túlsins, í vetrarkuldum og sumar breiskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ídrasta á ímyndunaraflið. Það er nefnilega það, vinir. Og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru, þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil prýði af þeim. En við erum þannig líka, mörg hver, og áður við komum til drottins, þá erum við svona eins og kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það niður, klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það, að það vex upp eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinir. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta og við finnum til, það er ekki spurning, það er sárt örugglega að láta klippa af sér og við höfum fundið til í lífinu, það er ekkert alltaf auðvelt þegar Guð er að sníða okkur til og við förum í gegnum sársauka. En eftir á að þá blómstrum við, ef við fáum að vaxa í höndum drottins. Þetta er það sem ég langaði að deila með ykkur í dag, vinir. Fegur drottins í öllu sköpunarverki hans.